Það voru komið að næsta landsliðsglugga, hvernig bara svona líst þér á þetta? Bara mjög vel, skemmtilegi leikir og tveir heimaleikir sem bara geggjað að fá og verður bara krefjandi en virkilega góðir og skemmtilegi leikir að fá hérna heima og bara geggjað að það sé búið að fylla völlinn hérna Laugardalsvöllinn sem bara stórkostlegt. Það uppselt á báða leikina og svona, það langt síðan, það var svona gríðarlegur áhugi á liðinu, það hlýtur að vera skemmtilegt. Já, það bara geggjað, það bara, ég held að ég hafi ekki spilað fyrir framann fulla stúku á Laugardalsvelli en það bara sturlað, held ég, örugglega mjög gaman. Hvernig bara líst þér á þessa andstæðinga, Úkraína fyrst og svo Frakkland? Bara mjög vel, hörkuleikir og erfiði leikir, við erum að mæta á fullum krafti í báða leikina og leggja okkur alveg 110% fram, það bara svoleiðis. Hefur ekki möguleika að ná í góð úrslit á móti þessum liðum? Að mínu mati, við sáum það alveg á móti Frökkum að við gáðum hörkuleik og voru bara tækifæri að taka stig úr þeim leik og bara svekkelsi að fá ekki stig úr þeim leik líka. Hvernig var að koma inn í leikinn á Party Princess? Það var bara geggjað og gaman að spila á móti þessum stóru nöfnum og bara bera sig við þá. Alltaf gaman. Var erfitt einhvern veginn að jafna sig á því að skora þetta á mark og á dæmt af? Já, menn voru bara svektir. Það var bara að okkar mati var stólið stig af okkur hérna í Frakklandi. Þannig að menn voru svektir, já. Segir það ekki svolítið mikið það hvert liðið er komið að stundum svektur maður ná ekki jafntefli móti Frökkum? Jú, algjörlega. Við erum með hörkulið, unga leikmenn og menn eru hungraðir í að skila inn frammistöðu og bara dugnaður í liðinu. Menn vilja sína og bara fara alla leið, taka þetta bara á HM og gefa sig fullan kraft í það. Draumurinn alltaf enda þar. Hvernig bara svona finnst þér bara svona vegferðin hafa verið eftir að Arnar Gunnleifsson tók við þessu? Bara mjög flott. Jákvæð umræða í kringum lið sem skiptir bara miklu máli. Bara að fá þjóðina líka bara með okkur sem geggjað og það bara okkar markmið að fylla alltaf Laugardalsvöllinn þegar við spilum hérna heima. Þannig að það bara mjög gott. Fyrir þau yfir til Ítalíu, hvernig er bara svona lífið þar? Lífið fínt en fótboltinn kannski, það náttúrulega þreytt að vera ekki að spila sem maður er í fótbolta til þess að spila fótbolta. Bara á 1 ár eftir að samning verið að fara bara yfir stöðun og sjá hvernig það þróast í rauninni. Hefur einhverja svona útskýringar fengið á svona litlum spiltíma? Nei, bara ég held að það sé bara vegna þess að ég á 1 ár eftir að samning og kannski erfitt að fá mínútur þegar það er. Svona bara staðan þín hjá félaginu, varstu nálægt í að fara eitthvað annað síðasta sumar? Það var alveg áhugi en einhvern veginn bara var ákveðið að taka stöðuna áfram í Lecce og sjá, það var náttúrulega nýr þjálfari að koma inn þarna. Þannig að við vildum bara sjá hvernig það myndi þróast. En við sjáum hvað setur. Ertu farin að skoða eitthvað framhaldið og svo segir bara samningurinn að renna út næsta sumar? Já, eins og ég sagði, við sjáum bara hvernig allt þróast í kringum bara hvort að maður sé að fá að spila eða ekki og síðan verður bara tekin staða út frá því. Gaman að koma í landsliðsverkefni þegar staðan er svona í félagsliðinu? Já, það er alltaf gaman og heiður að fá að vera partur af þessum hóp. En bara svona tíminn hjá Lecce í heilsunni, hvernig bara svona summar þetta upp? Er þetta búið að vera jákvæði tími fyrir þig? Já, mínum mati þegar ég kem út þá vinnum við seríu B og fæ að spila alveg marga leiki en síðan þegar við förum upp þá kannski spila ég minna og fyrir síðan á lán hérna til Þýskalands. Bara gerði vel þar að mínum mati og kem síðan tilbaka og bara ég myndi segja að þetta hafi bara verið mjög jákvætt og gott fyrir hausinn að pröfa þetta. Og gott að búa á Ítalíu og svona? Já, það er mjög gott og gaman að komast inn í menninguna þar. Takk fyrir að það var. Takk.